are the children, the last generation. We are the ones they left behind. And I wonder when we are ever gonna change it. Living under the field till nothing else remains. We don't need another hero. We don't need to know the way home. All we want is happier. Thunderdome. Looking for something we can rely. Tveir. Með ykkur til miðnættis, góðir landsmenn, og vonandi verið þið með okkur allan tíman. Það verður reyndar löng pissupása milli 8:30 og 9:30 þegar... Svona eiginlega kúkapása. Já, eiginlega bolti. Þegar þriðji X-Factor þátturinn verður sýndur í opinni dagskrá. Þar þenja alls konar óþekktir Íslendingar raddir sínar í vonum frá það frama. Já, það er rétt hjá þér. En úr einu í annað, því hingað á sviðið komin ung stúlka og þetta flott pía og ég myndi segja hún væri kópía af frægri söngkonum. Þetta Bryndís Ásmunds í líki Tínu Turner. Gott orðagrein, gott orðagrein. Out in the ruins, out from the wreckage, we can't make the same mistakes this time. So we are the children, the last generation. We are the ones they left behind. And I wonder when we are ever gonna change it. Living under the field till nothing else remains. We don't need another hero. We don't need to know the way home. All we want is happier. Thunderdome. Looking for something we can rely on. It has to be something better out there. Ooh, love and compassion. Well, that day is coming.
to know the way home. All we want is life beyond Thunderdome. So what do we do with our life? We live only alone. Will our story shine like a light, or end in the dark? Is it all or nothing? We don't need another hero. We don't need to know the way home. All we want is life beyond Thunderdome. All the children say we don't need another hero. We don't need another hero. Ooh, all we want is life beyond Thunderdome. Yeah. Já, góða kvöldi, góða gestir. Ég heiti Gerður og er táknmálstúlkur kvöldsins og ég ætla að kenna ykkur að gerast heimsforeldri. Málið er sálega einfalt. Þið takið upp tólið og ringið í síma 56262 og ef þið... 5626262. Já, einmitt. Þrísvar hafði. Og ef þið ringið í skattnúmer, til dæmis 5616516 og Margrét Sigurðardóttir svarar, þá skellið það á skattnúmer. Það er mammenar Ilmar, en það er alltaf að tala eins við hana. Já, já. En ég heiti Sverrir Þór Sverrisson og ég á vin sem heitir Haraldur Einarsson og hann er á lausu og vill endilega fá að hitta ykkur að skvísa í kvöld. Mjög gott að það er komið að hinnum geysi vinsala, Frímanni Gunnarsinni. Komið í sæl, Frímann Gunnarsson heiti ég. Nú ríður á. Þetta er gott málefni. Nú stöndum við saman að hjálpa þeim sem minna meiga sín. Ég mun á eftir tala við alvöru Afríkubúa og hér er ég með fjársterkan aðila sem ég ætla að fá með mér í lið að safna fyrir góðan og betri heim. Hér erum við komin með Jakob Valgeir Hólm, er það ekki? Fjárfesti og fjármagnseiganda. Kjölfestu fjárfestir. Já, fyrirgefðu, kjölfestu fjárfestir. Ég hef verið að reyna að vinna í því að fá fjársterka aðila með mér í lið fyrir góð málefni. Og við erum að vinna í því að safna fyrir kemur maturinn. Takk fyrir, mikið var. Og fyrirgefðu, það er þetta vín er eitthvað skrítið. Við báðum söður-afrískt vín, svona thematengt, út af því sem við erum að tala um. En ég held að þetta sé finnskt eða grænlenskt, Tukulu. Nei, þetta er frá Suður-Afríku og það er frábært að þeir séu farin að auka þessu. Þetta er ekki gott, getum við fengið franskt, það er held ég betra. Þetta er eitthvað skrítið. Þeir eru reynda farin að framlega ágætisvín í Suður-Afríku en ekki nógu gott. Já, ég virði þá alveg í þessari tilraun sinni að skapa þarna atvinnu fyrir fólk og svona, en þeir verða að vanda sig, er það ekki? Jú. Þetta er komið, það er að tæknivæðast meira. Þakka þér fyrir vinna. Takk fyrir. Og já, það sem við erum að reyna, ég er að fá fjársterka aðila til þess að styðja mig í þeirri tilraun minni að tæknivæða Afríku. Við ætlum að fara í samvinnu við Apple á Íslandi og reyna að senda út Apple-tölvur. Já, og kannski það sem vantar mest er svona posar. Ég hef stundað mikið viðskipti í Afríku og það er kannski það sem að fólk gerir sér grein fyrir að það er ekki bara fátækt fólk í Afríku, það er líka efnafólk. Nei, guð minn góður, það er það svo sannarlega. Og ekki horfa fram hjá því. Og það sem að líka þetta geti nýst svo vel í þessu hjálparstarfi. Að ég til dæmis, það hafði maður samband við mig að fyrrabragði frá Nígeríu og ég hef verið að aðstoða hann, að senda út peninga, bara millifæra á hann. Og ég treysti því að þetta sé, hann var greinilega tölvuvæddur sámaður. En svo er annað það er nú kokkurinn hér á þessum fína restaurant, þar sem við erum að fá hann fína mat, þá er kokkur Afríkubúi sem við ætlum að tala við. Hann heitir, komdu sæll og blessaður, hér er hann mættur, alvöru Afríkubúi. Já, sæll.
Jónas Friðriksson, komdu sæll. Hvað bjóstu lengi í Afríku? Ég var þar í tæpa 6 mánuði og kynntist þessu fólki og þessu lífi innanfrá, algjörlega. Ég dvaldi þarna reyndar meirihluta tíma míns inn á hóteli. Þetta var erfitt nám, ég var í kokkanámi þar. Já. Og... Hvar varstu? Á hvaða hóteli? Sun City Hotel. Já, ég sé myndir að þið. Já. Ef ég ætti að velja mér einhvern eitt stað í Afríku til að heimsækja, þá væri það Sun City. Það er alveg... Það er 5 stjörnu plús. Alveg afgirt með sína eigin dýragarð, golfvöll, tennisvöll. Þetta er alveg lúxus. Ég eiginlega þurfti ekkert að fara út á hótelinu. Hvernig er golfvöllurinn þarna? Ég hef bara spilað golf í Marokkó. Já. Það var ekki gott. Það er komin einhver grassjúkdómar hérna á suma flatirnar og mér skilst að þetta sé svolítið orðið landlægt hérna í Afríku. Já, þetta er reyndar það erfiða við Suður-Afríku og Afríkur yfir höfuð. Það herja þarna sjúkdómar á golfvellina. Og það er ekki hægt að spila almennilega golf. Þetta er eins og vírus þá? Þetta er eins og vírus, já. Skallablettir og brunnið grassið jafnvel. Ég meina, ef við pössum okkur ekki, þá gæti þetta teygt sig til Íslands. Já, það hefur Það ætti að vera hérna á Íslandi til þess að varna, bara passa íslenska golfvelli, að hafa svona einhvern vökva sem maður stígur í, jafnvel áður en maður fer inn á völlin. Enda er Sahara bara stærsta sandgrifja, sandglompa í heimi. Það nú heldur betur sandjárn til að komast upp úr henni. Heyrðu, en þetta er verðugt málefni. Golfvellir í Afríku. Það er kannski að hrinda stað söfnun. Já, það er gaman að þessum. Edda Björgvins er einhvers staðar úti, líklega degjum kulda. Er kalt úti? Ég veit það ekki, ég er búinn að vera inn í allan dag. Edda, heyri okkur. Edda mín, ertu þarna? Ertu? Á liði? Hann ertu? Heyrðu í mér? Já. Nú, ok, ég er ekki alvorðin öruggir enn þá að æfa mig bara, hérna, ákvað að taka aðeins endurnar hérna. Já, góðan daginn, hefðu þið áhuga að gerast heimsforeldrar? Halló, hefðu þið er einhver hérna sem hefði áhuga kannski að kynna sér hvað það er að gerast heimsforeldrar? Jæja, það eru ekki kannski mjög áhugasamur, en nú er ég alveg að koma að því að fara að spyrja venjulegt fólk, sko. Nei, hæ! Halló. Hæ! Hvað er þetta að gera eiginlega? Ég er að æfa mig til þess að geta spurt fólk hvort það ætla að vera heimsforeldrar. Hvað er þú að gera, Ingi minn? Ég ætla að selja þér svona merki. Þetta er rauði borðinn til styrktar fræðslustarfi alnæmissamtakanna. Það er 1. des, alþjóðlegur alnæmisdagur líka. Og þetta er 2000 kall og farðu nú og sendu þetta upp yfir og nældu þessu í ilm og sveppa. Ilmur og sveppi, ég kom með rauðan borða líka. Það er ekki bara rauðan nefið, það er rauður borði. Það hljóma mjög vel. Hljóma mjög vel. Æfa þess, ég verð að stökkva. Blessa, þakka þið fyrir. Haldið þið áfram að vera fyndin, krakka. Ég ætla að fara að finna eitthvað fólk sem vil gerast foreldrar. Ok. Gangið vel. Takk fyrir þetta, Edda mín. Takk fyrir þetta. Já, heyrðu, og Óskar Jónasson er tilbúinn í Vodafone í símastöðinni. Skari, ertu þarna? Já, ég er hérna. Það er brjála að gera nú. Já, alltaf var vitlaust hérna. Það er alltaf símalínu rauðglóðandi. Gott. Enda auðvelt að muna þetta símanúmer 562 62 62. Aha. Það er líka hægt að gera þetta á netinu. Það maður getur farið inn á rautnef.is. Þannig að einfaldara geti þetta ekki verið. Fyrir þá sem kunni ekki að síma? Nákvæmlega. Sko, með því að gerast heimsforeldri skuldbindum maður sig til þess að greiða ákveðna upphæð á hverju mánuði. Það er skuldfært bara á kreditkortið, þannig að þetta er mjög einfalt og sjálfkrafa. Ég til dæmis komst að því daginn að við erum búin að vera heimsforeldrar í nokkur ár við hjónin. Konan mín skráði okkur einhvern tímann í gamla daga, það er henni líkt. Maður finnur eiginlega ekkert fyrir þessu, sko. Maður þarf ekkert að vera að senda jólakort eða afmælisgjafir til Afríku eða neitt, sko. Maður þarf ekkert að fljúga þangað að skipta um bleiu. Þetta bara gerist sjálfkrafa. Nú, það hafa þó nokkuð margir bæst við síðan áðan. Heildartalan er komin upp í, hvorki meira né minna en 507. 507! Má ég heyra í salnum? Sem gerir heildartöluna frá upphafi af heimsforeldrum 8.157. 8.000. Í hverju mánuði safnast þannig saman 635.900 kall. Sem er bara ljómandi fínt. Alveg frábært. Takk fyrir þetta, Það er ekki Skari. leiðilegt að... Ha? Ætlarðu að halda áfram að krúta þig? Hvað segirðu? Takk fyrir, Skari. Takk sem leið. Bless. Þetta er svona Skari. Já, bestu þakkir til ykkar sem að heima sitið og hafið þegar skráð ykkur sem heimsforeldrar.
Ekki svo mikla þakkir til ykkar sem að bara sitið og horfið á ókipis grín. Já, þið sem er ekki búin að skrá ykkur, þið ætti nú bara að skammast ykkar og það ætti að girða niður ykkur og raskill ykkur á beranbossan. Var þetta mikið? Nei, ég held ekki. Ég meina að sannleikurinn saknar bestur. Það er rétt. Eða sannleikurinn er hver sá reiðastur og blindur er bóklaus maður en batnandi mönnum er best að lifa. Já, þakka fyrir þetta. Þið getið nefnilega enn gert heimsforeldrar. Símlínuna verða opnar í allt kvöld. Góða fólkið í símaverðinu mun taka vel á móti ykkur. Já, og með þessum orðum kveðum við ykkur í bili því nú verður gert stuttli á dagskránni með því að hleypa í loftið X-faktor. Já, í tilefni dagsins verður hann sýndur í opinni dagskrá til þess að halda ykkur sem heima sitið límdum við kassan. Já, en við erum ekki hætt. Við höldum áfram til miðnættis þegar X-faktor lýkur. En við látum Höllu Vilhjálms eftir sviðsljósið. Takk fyrir í bili, sjáumst á Vörmusmúri! Bye bye!